hérna erum við með merkamenn. Við erum að koma inn í gott tvíeyki. Hilmar Rafn Emilsson og Davíð Jónsson. 0-0 hérna á teppinu. Hvernig fannst ykkur þetta, Hilmar? Mér fannst þetta ágætt sko. Það var ekkert spes en mér fannst við sterkari aðilinn og hefðum átt að vinna hann leik. Já, Davíð, þín skoðun? Ég held að það sé bara sanginn úrslit og það var stál í stál og jöfnlið held ég bara. Jöfnlið, segið þið mikið af meðslum hjá ykkur, Davíð. Nú ert þú liðstjóri og aðstoðarþjálfari, vill ég meina. Menn eins og Mette og Hilmar Drottning og Daniel, er langt í þá? Það er langt í landi hjá þeim sko. Ég var aðeins gera 74, hann að markaðastur aðingunni og hann að ef ég væri betur formi þá hefði ég farið bara topp í stað fyrir Sakka sko. Spurði Maggi þig um að byrja inn á? Hann talaði ekki við mig sko. Maggi hringdi mig og spurði hvernig Davíð væri og hvort hann myndi hendla upp á topp. Ég sagði já, en hann er ekki nógu góð formi ennþá. Hann þarf nokkra vikur í viðbót og þá held ég að hann sé í þessu liði. Nárin er eitthvað að stríða mér sko. Já. Við konum stýta hérna á teppinu. Nárin er eitthvað að stríða mér. Við þekkjum allir þrír. En Hilmar Emilsson, mikið meiddur. Davíð, er líka minn ekki bara búinn að segja nóg? Hendurnar, báðar handleggsbrotnar, senast sumar. Þá var öklinn, hann fór í aðgerð á tánni, hnéð, ónýtt, nárin, ónýtur. Er líka minn ekki bara að segja Hilmar hingað og ekki lengra? Alveg klárlega sko. Hann ég held að það sé bara búinn sko. Hann ef þið hafa séð síðustu ár þá er hann meiddur allt hálft tímabilið og ég skil ekki hvernig sem maður stendur lappirnar. Þetta er allt bara brenglað og benglað og brauðfætur sem að segja. Og hann á langt í land. Langt í land, já. Hilmar, hvað er þú að segja þessu? Já, ég get ekki verið sammála þessu. Þú hefur nú sett nokkur. Já, ég hef sett nokkur en ekki nóg mörg. Og eftir þessu meiðsli þá ætla ég að koma inn og setja 10 kúlur í einu leik til að sanna að þetta er bara rugl. Ok, frábært, gott að heyra. Er langt í það? Já, Vika, gott að heyra. Nú er ég að heyra það að Maggi sé að útdeila skreið og þara fyrir leiki. Nei, ekki þara. Nú, já. Nei, bara skreið og smjör. Já, söltuð. Já. Og er þetta að virka? Það var ekki virk í dag, en þetta hefur virkað. Já, annað sæti og ég meina, gengur vel. Þetta hlýtur að vera virka. Ég veit það ekki. Þetta búið virka ágætlega. Ég skal leggja þetta fyrir ykkur þannig. Hefðu við fengið saltaða skreið og smjör fyrir hvert leik í Pepsi-deildinni, hefðu við haldið okkur uppi? Alveg klárlega. Vantar nú bara í stig sem skildi af. En útivöllurinn, við erum sterkir útivölli í ár sem við vorum kannski ekki í fyrra. Við vorum alltaf útivölli. Við vorum alveg sterkir. Það var engin stig. Engin skreið og engin heimavöllur. Ég meina, þetta er bara það gengur aldrei sko. Ekki góð uppskrift. Já, strákar, það er gaman að ykkur og ég sé merkan mann hérna að vera labbandi með boltana. Ég ætla að vinda mér til hans. Takk fyrir þetta, Svar. Já, takk. Jæja, við erum með hann Sigurð eða Sigga Snák eins og hann oftast kallaður. Sæll Siggi minn, gaman að sjá þig. Sæll, gaman að sjá þig. Nú heyrðum við það hérna eftir sumar að þú væri hættur að vinna fyrir meistaraflokk Hauka. Nú sé ég þið bara hérna í búninga tinnu bolta. Hvað er að gerast? Það er svo mikið að meiðslum að það var kallað í mig bara. Ég var að sendir. Já, þú ert þess að ekki í liðstjórn. Ég er ekkert að vinna hérna, ég er bara leikmaður. Já, þú ert leikmaður, ok. Og hringdi Maggi persónulega í þig? Eða hvernig atvikast þetta? Byrjaði þannig að Maggi hringdi mig fyrst sko. Svo byrjaði bara 10 leikmenn að hringja líka og ég náttúrulega var bara með á æfingu síðast og það byrjaði ekkert vel, ég var búin eftir 3 mínútur en þú veist, síðasta leiknum þá er ég að koma inn á sko. Já, en á þessum 3 mínútum heyrði ég að þú hefði sett 7 mörk, er það rétt? Já, það er rétt. Er þetta ekki bara spurning að þú fara að koma í formsiki og fara að skora nokkuð mörk fyrir okkur? Það vantaði greinilega í kvöld. Ég þarf ekki að vera í formi, ég skora alltaf. Er það ekki bara spurning að þú byrjir inn á og ert svo tekin út eftir 5 mínútur? Næsti leikur verða báði senterinn mittir og það er 3. valmöguleiki. 3. valmöguleiki, frábært. Sem er ég. Okay. Og ég er tilbúin. Þú ert tilbúin í það, gott að heyra.
að öðru, Ríkar Karlsson, bróðinn, eigum við von á honum líka? Á næsta ári. Á næsta ári, einmitt, hann að byggja. Hann í sundlauginni akkurat núna as we speak. Hann á hlaupabrettinu og hann verður tilbúin næsta ári. Gott að heyra. En að leiknum í kvöld, hvernig fannst þér þetta? 0-0, sangjant eða hvað finnst þér ekki? Sangjant, nei, mér fannst við svona skemmtilegri, sko. Daði hélt okkur þetta með fínum vörslum en við vorum betri. En áttu við ekki líka bara að nýta þessi færi sem við fengum? Jú, Júlarinn átti að gefa á Maradona þegar hann búin að sóla upp alla völlin, gaf út á Júlarann og það bara klárt mál, þú gefur aftur og gæði sem sóla 5, sko. Já, en nú var forvitnileg breyting gerð hjá Magga Gill og ykkur í liðstjórn. Ísak Örn Einarsson kom í strækirinn. Hvað kemur til? Þetta var bara einfalt, sko. Strækurinn sem fór út af heitir Ísak Örn. Við ætlum ekki að breyta hennu og setjum Ísak Örn inn á líka. Ég skil hann, þetta var bara snippa gamanni. Nei, þetta var bara alvöru. Þú veist, Ísak Örn átt að skora. Þetta eins og Hilmarni 3, það skiptir aldrei máli hver skorar. Það alltaf Hilmar sem skorar. Það hárrétt hjá þér. En markmið sumarsins, það ekki bara fyrst og fremst að hafa gaman að þessu? Nei. Hvert markmið sumarsins? Það að vinna alla leikina. Maður á ekki að hafa gaman að þessu. En nú sagði fyrirliði liðsins þetta í viðtali á fótbolta.net áðan að markmið sumarsins var að hafa gaman að þessu en það verður þetta KFUM félag? Já, það ástæða fyrir því að þú veist, hann að hlaupa inn þessu titlingum með ég skora mörkin, sko. Ég ætla að vinna þetta, sko.